Steini, önnur heimsóknin til Íslands á einu ári, þess ekki örlítið skemmtilegur en í fyrra? Jú, klárlega, við unnum þennan leik, þannig það er þetta klárlega skemmtilega að vinna leik en að gera jafntefli á Íslandi. Jú, þetta var bara mjög gaman að koma hérna, það var góð stemming og góð umgjörð. Komið smá óvart umgjörðin hérna, það var mjög góð og ótrúlega gaman. Það var eitthvað sigur á lokum, leiðir vel allan tímann? Já, við vorum alveg með þetta allan leikinn fannst mér, en við mistum okkur niður smá gæðin inn á milli, skilur við, en við eigum bara miklu betra lið og klárum þetta bara sem liðsvöld. Svona nokkur einn eins og þið voru að búast í fyrir leik að þið varum með undantökin? Já, klálega, við þurfum að spila okkur bolta og við gerum mikið þessum. Það þjálfarinn eitthvað að spyrja þið fyrir leik, hvernig þetta leggja þetta upp? Já, bæði og skilur. Klálega var hann að spyrja mig út í leikmennina og hvernig ég spilaði með þetta Þorsteinn Gauta. Já, þetta er einn leikmann sem spilaði með og lítið klippum hann. Ég vissi ekki neitt sannlega hvernig hann spilaði og hann spilaði kannski aðeins öðruvísi sem maður er vanur. Og ég var hjálp með það og hvernig framspila skilur. En 2 ár síðan ég var hérna þannig maður vissi ekki alveg nógu vel kannski hvernig þeir voru. Hvernig er standið á þér svona fyrir stórmóti? Ertu að bæta þig með hverjum deginum út í það? Já, klárlega. Ég finna bara sjálfur líkamlega er ég orðinn bara miklu sterkari og hraustari skilur og klárlega ég held ég er betri í handbolta með hverjum deginum held ég. Hvernig er að sjá allar þessar Porto-freyjur hérna til skúli? Ótrúlega gaman. Ég fæði góða stuðning frá fjölskyldu og vinum og maður sér það alveg. Það komið fullt af fólki hérna frá mér og ótrúlega gaman að sjá það. Öll þessi Porto-fjölskylda er handa þér í kvöld, þarf að segja? Já, mest megnis sýnist mér.